Velkomin í föstudagsþáttinn. Miður ágúst kominn og fátum fína drætti í blómaúrvalinu en Kerfillinn, hann ennþá á sínum stað og skreytir þáttinn. Það verður margt að vera í kvöld. Við ætlum að byrja að fjalla danshátíð í Hrísey og til mín kominn Ingimar Ragnarsson. Velkomin. Takk. Þú ert ekkert alltof hrifin af kerlinum. Nei, mér fannst þetta svona pínu kaldhæðni að vera með þessa jurt hérna á borðinu núna, sko. Að hann yfirtaka allt hjá ykkur, eða? Já, hann svolítið erfiður í Hrísey. Já. Sko, hann má örugglega margt ljótt segja hann, en hann pínu fallegur, svona brúðkaupslegur eitthvað. Já, allavega eins og segja, hann fallegur þegar búið að slíta hann. Já. En danshátíð í Hrísey, nú eru aðeins að útskýra. Ég hélt kannski að þetta svona listansflokkar og eitthvað, en það ekki alveg þannig. Nei, þetta í rauninni bara sveitaballamenningin sem var í gamla daga. Þarna eru að koma 3 flottar danshljómsveitir sem að spila djútt og rock og bara nefndu það og örugglega einhverja harmoníkutónlist líka. Þetta eru 3 hljómsveitir, það er hljómsveit Pálma Stefánssonar sem nú nafn sem búið að vera til hérna á Akureyri í ábyggilega 50 ár eða meira, sko. Síðan það danshljómsveit Friðjóns sem eru svona þekkt danshljómsveit land allt og Rúnar Þór og hljómsveitin Trapp. Þessar 3 hljómsveitir koma fram helgina. Í Hrísey? Já. Frá hvað, 5 til miðnætti? Byrjum klukkan 5 á laugardaginn og spilum fram á miðnætti. Og þarna getur bara allir þeir sem vilja koma og dansa, bara gert sér ferð, borga sig inn og verið þarna bara í sveitakofinu með ykkur. Kostar 3.500 kallinn. Já. En hvernig datt þér þetta í hug? Mér datt þetta í hug þegar ég var að horfa einmitt á N4 í vor og sá þátt sem var gerður ferð Friðjóns, eða dansljómsveit Friðjóns, til Svíþjóðar á danshátíð sem mér minnir að heiti Dansbandsvekan eða eitthvað, það er í heila vika, sko, þar sem fólk dansar í heila viku. Og mér fannst þetta bara svolítið flott og hugsaði með mér, væri ekki hægt að færa þetta hérna heim og þá bara til Hríseyjar. Og ég hringdi bara í Friðjón daginn eftir að ég sá þáttinn og hann var mjög spenntur. Svo heyrði ég Rúnari Þór, við þekkjumst ágætlega og hann var mjög spenntur líka. Og svo hérna Sigurður Albertsson, hann læknir hérna á Akureyri, hann í þessari hljómsveit Pálma Stefánssonar. Og þá voru allir bara mjög hrifnir og við bara kýldum á þetta, fundum dagsetningu og þetta orðið að veruleika. Það frábært. Og sko, hvar fer svona fram? Bara í félagsheimilinu eða hvað? Þetta í íþróttahúsinu. Já. Og hvað heldur rúmið marga? Við getum alveg tekið 200-250 manns. Já. Og það eitthvað svona dagskrá og bara hvert bandið á fætur öðru ætlaðir að skiptast á, hvernig leggið þetta upp? Sko, hljómsveit Pálma byrjar klukkan 5, þeir spila kannski góðan klukkutíma, þá tekur Friðjón við og síðan kemur Rúnar og Trapp og svo bara rúlar þetta svona fram á miðnætti. Já. Taka bara svona sína törn og fá sem á pásu og ég heldur að þeir skelli sér eitthvað út á gólfið að dansa. Örugglega. Já, þeir eru alveg í því líka. Já, það hlýtur að vera, sko. En hvar eru þessi böll í gangi ennþá? Maður heyrir svo lítið þau. Sko, þetta náttúrulega nánast búið að vera, þessi dansiballamenning. En það eru svona danshópar út allt land sem að koma saman og dansa. Og hafa þeir sett sig í samband? Já, þeir eru nokkrir sem hafa sett sig í samband og ég veit að það að koma eitthvað af fólki úr Reykjavík bara til þess að koma á þetta og dansa. Sem að fæ sér þá gistingu í Hrísey eða veistu eitthvað hvernig það er? Ég þekki það ekki hvað það en það náttúrulega ekkert mál að koma með tjaldvagn til dæmis yfir, það fínt tjaldstæði og flotti veitingastæðir og sundlaug allt til að gista. En síðan líka hægt að koma bara út á húsbíli eða eitthvað svo leys og leggja honum bara á Árskógssandi og taka bara ferjuna yfir og svo síðasta ferja klukkan 12 bara frá Hrísey eftir ballið. Auka ferja? Þannig ekkert mál að bara sofa þar. Fara í bjórbað eða eitthvað á sunnudaginn. Þetta frábært. Ert þú eitthvað að spila í hljómsveit eða? Já, ég hef spilað á trommur lengi. Ertu eitthvað að grípa í kjöðana helgina? Nei, ekki núna. Nei. Ekki svo ég veit allavega. Hver veit? Já, maður veit það ekki, sko. En var þetta mikill og flókin undirbúningur eða gerðist þetta bara svona? Þetta gerðist bara svona. Það má eiginlega segja það. 3 símtöl og... Já, það má eiginlega segja það, sko. Þetta búið að ganga alveg ótrúlega flott. Og bara allir svo tilbúnir í þetta og Hríseyingar bara fagna þessu? Já, mjög. Og við vorum hérna með viðburð á Facebook sem við stofnuðum, sko, og það var alveg gríðarlega góða viðtöku þar og það töluvert mikið búið að hafa samband við mig og þetta þegar fólk mjög spennt fyrir þessu. Heldur þetta sé eitthvað sem þið munu endurtaka og bara hafa árlegt? Já.
Frábært. Ég held að þetta sé komið til með að vera. Já. Það var kannski pínu svona, þegar ég las titilinn dans, hvað heitir þetta? Danshátíð? Danshátíð, já. Af því að þetta sko eiginlega danshljómsveitahátíð, eða hvað? Maður svona ruglaðist pínu, eða kannski að það maður bara læra þetta, því að fólk náttúrulega að koma til að dansa. Já, í rauninni sko. Þetta er mjög fjölbreytt tónlist sem þessar hljómsveitir flytja, sko. Já. En eiga allt sammerkt að það er hægt að dansa við það, sko. Eru margir sem kunna allar að dansa, heldur? Já, ég er verið að bömba til dæmis? Nei, ég efast það, sko. Þú veist, það getur vel verið, sko. Já. En ég veit bara til dæmis að mamma og pappi, sko, sem eru rúmlega 70, þau tjúta og tvista og dansa, sko, alveg bara, og þessi árgangur, sko, þessi kynslóð, hún kann þetta alveg og mín kynslóð kannski, jú, getur þetta alveg. Einhverjir fóru í svona dansskóla sín tíma. En þetta er mjög deyjandi. Já, það er mjög virðingavert. Þú ert eiginlega viðhalda svona smá menningararfi sem er að hverfa. Já, mér er svolítið sárt ef þetta skyldi hverfa. Já, því að það er geggja gaman að dansa. Já, mjög gaman að dansa, sko. Svo gætu þið eitthvað útvikað þetta kannski haft þá dansnámskeið í kringum þetta á næsta ári, því að það eru margir sem vilja læra þessi dansspor. Ég sé þetta þannig fyrir mér, sko, að þetta geti kannski verið heil helgi næsta ári og þá á daginn yrði dansnámskeið, þar sem að þessir danshópar sem eru allt land kæmu og væri með námskeið, kendu fólki að dansa og svo yrði bara að dansa á kvöldin. Þetta er frábært konsept. Þannig að þetta er svona, ég sé þetta fyrir mér svona næsta ári, sko, þannig að ég byrjar að skipuleggja. Eru það sömur frá hljómsveitir heldur eða eru fleiri þarna í pottinum? Ég hugsa að það yrði þá fleiri, sko. Já, og jafnvel á fleiri stöðum í eyjunni, sko. Gamla félagsheimilinu eða einhvers staðar, þannig að. Þetta hljómar ótrúlega vel. Bara hrikalega spennandi og við hvetjum bara alla til að sem að hafa áhuga að drífa sig út í Hrísey á laugardaginn. Ferjan gengur þarna reglulega, þú getur mætt þarna vel í tæka tíð. Já, hún er á 2 tíma fresti allan daginn, sko. 3:30, 4:30, 5:30. Taka með dansskóna og bara njóta. Já, bara ekki spurning. Frábært, takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá og gangi ykkur svakalega vel. Jú, bara takk hérlega. Takk fyrir að fá mig.